Kæru vinir, verið velkomin hingað í Útskálakirkju til útfarar Jenjar Kamillu Harðardóttur og eins þið sem að fylgist með streyminu. Við skulum hefja stundina í Jesú nafni og því að signa okkur og segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Saman á hugi okkar í bæn. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbittnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allarar huggunar, hjálp okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Og fyrsta sálminn skulum við syngja öll saman. Herra minn Guð til þín, og margir eru búin að sitja lengi. Við skulum rísa á fætur þau sem ekki eru fótalúin og taka vel undir með kongunum. Í 103. Davíðs sálmi standa þessi orð. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleyma í einum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur alla misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þér náð og miskunn. Náðugur og miskunnsamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Eins og faðir sýnir miskunn börnum sínum, eins hefur drottinn sýnt miskunn þeim elska hann. Því hann þekkir eðli vort, minnist þess að vér erum mold. Miskunn drottins við þau elska hann varir frá eilíf til eilífðar. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Fuglar af snið, söng
Leiðsinn til lífsins, lausnarinn Jesús, leið sinni beinir hvert sem ég fer. Indæl jörðin, eilíf vonin, allt skal að nýju fæðast í þér. Í fyrra Korinthubréfinu skrifar Páll postuli þessi þekktu orð úr óðnum til kærleikans. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafn. Það eru hinn þekktu orð Jesú hér við upphaf fjallræðunnar, sæluboðin. Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir því að þeir munu miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir því að þeir munu Guð sjá.
Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætissakir því að þeirra er himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Ég lífsins tref á háum hól, á himni sé ég bjarta morgunsól og ég hugsa með mér, þetta er yndisleg jörð. Ég sé gömul hjón og glaðleg börn sem ganga frjáls við litla tjörn og ég hugsa með mér, þetta er yndislegt líf. Með bjartsýn í huga, ég býð þeim góðan dag. Ég brosi ég heyri þau syngja þetta lag og með von og trú í veröldinni nú við getum lifað, ég og þú. Ég sé lítil börn og lífsins tré og lífið sjálft er allt sem ég sé og ég hugsa með mér, þetta er yndislegt líf. Ég hugsa með mér, þetta er yndislegt. Hingað hafa borist kveðjur. Það er kveðja frá Magnúsi Stefánsinni bæjarstjóra og Drífu sem eru erlendis. Kveðja frá Rósu og Laufi á Spes. Kveðja frá Guðrúnu Guðmundsdóttur móðursystur Jenja. En náð sé með ykkur og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í veikindum getur oft ríkt mikil óvissa, þar sem vonir og vonbrigði kallast á, sigrar og ósigrar. Og þrátt fyrir alla tækni og mannlega færni þá fær ekkert breytt lögmáli lífs og dauða. Þegar líkaminn getur ekki meir og utanaðkomandi aðstoð dugar ekki til, hverfur lífið úr líkamann. Kristin trú færir með sér þá von að lífið hverfi aftur til höfundar síns, þó að líkaminn fari til foldar. Þá trú er oft erfitt að útskýra og hvað þá að færa sönnur á, en vonin veitir frið og huggun á viðkvæmri stund. Í Rómverjabréfinu segir Páll postuli þessi orð: verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni og staðföst í bæninni. Þessi orð eru góð til íhugunar þegar við horfumst í augu við mótlæti lífsins og það sem okkur finnst oft á tíðum vera ósanngjarnt. Lífið færir okkur stundum óumbeðin verkefni og áskoranir. Við vitum ekkert alltaf fyrirfram hvernig við bregðumst við aðstæðum þegar á hólminn er komið.
Þegar ástvinur glímir við alvarleg veikindi finnum við oft á ákveðnum tímapunkti að sú barátta endar bara á einn veg. Og því getur sorgarferli verið hafið löngu fyrir andlátið sjálft, en andlátið markar stór kaflaskil sem við getum aldrei búið okkur fyllilega undir. Og það er því mikilvægt að hlusta á tilfinningar sínar, leyfa sér að syrgja, fá eðlilega útrás fyrir tilfinningarnar því þannig vinnum við með þær. Við hjálpumst að og styðjum hvert annað, rifjum upp góðar minningar, þökkum, söknum, grátum og hlæjum. Allar eiga það rétt á sér þessar tilfinningar og engar tvær manneskjur upplifa áföllun og sorgina með nákvæmlega sama hætti. En verkefnið er hins vegar að læra að lifa við missinn, læra að lifa við breytta fjölskyldumynd. En lítum nú yfir lífshlaup Jenníar. Jenný Kamilla Harðardóttir fæddist þann 15. mars 1953 í Reykjavík og dóttir hjónanna Agnesar Ástu Guðmundsdóttur sem fædd var 27. október 1933, dáin 30. nóvember 1982 og Harðar Sumarliðasonar sem fæddur var 4. febrúar 1930 og dáin 13. janúar 2012. Þau skildu. Jenný var elst 3 systra, hinar eru Oddný Guðbjörg, fædd 1957, gift Eiríki Hermannssyni, þau hafa 2 dætur og 4 barnabörn, og Dagný Magnea, fædd 1961, dáin 2019, eftirlifandi eiginmaður hennar er Bjarni Reykjalín. Bjarni átti 2 börn með Árna Þór Snorrasyni og Dagný átti 2 börn með Árna Þór Snorrasyni og 1 barnabarn. Jenný ólst fyrstu 6 árin upp hér í garðinum. Fyrstu 4 árin var hún ein barna foreldra sinna og var böðuð í athygli fullorðna fólksins í kringum hana. Henni var því ekki skemmt þegar Oddný fæddist og athyglin fór að dreifast á fleiri, en það jafnaði sín og fljótt. Þegar hún var 6 ára flutti fjölskyldan að Gufuskálum við Lóransstöðina þar sem faðir hennar var vélamaður í stöðinni. Þarna var til lítið samfélag í kringum stöðina og margar góðar minningar þaðan. Jenný sótti barnaskóla á Hellisand. Fjölskyldan bjó þar í 6 ár. Árið 1965 flutti fjölskyldan aftur hingað í garðinn í Björkina og lauk hún barnaskólagöngu sinni í Gerðaskóla. Hún fór svo 1 ár í Gagnfræðaskólann í Keflavík hvaðan hún lauk landsprófi. Jenný var mjög ábyrgðarfull, ung stúlka og gegndi ýmsum hlutverkum á heimilinu. Hún var móður sinni mikil stoð og stytta. Sumarið sem hún var 16 ára fékk hún tækifæri til að fara 1 sumar til London. Eftir því er munað að þegar hún kom heim var hún svaka skvísa í augum systra sinna með nýjustu tísku í farteskinu, klæðnað sem var sko ekki til í kaupfélaginu. Eftir landspróf lá leið hennar í Kennaraskólann í Reykjavík hvaðan hún útskrifaðist árið 1973 eftir 4 ára nám. Tvítug að aldri flutti hún aftur heim og hóf að kenna við Gerðaskóla. Hún kenndi öllum handavinnu og nokkrum bekkjum stærðfræði, enda þær greinar hennar sérsvið úr Kennaraskólanum. Árið 1986 hætti hún kennslu og fór til starfa hjá Íslenskum markaði í gömlu flugstöðinni og flutti svo yfir í nýju flugstöðina þegar hún opnaði. Hún starfaði þar undir lokin sem framkvæmdastjóri. Síðar tók hún við starfi framkvæmdastjóra Miðnesheiðar sem rak verslun 66 gráður norður og rammagerðina í flugstöðinni. Þar starfaði hún til ársins 2012. Og það ár hóf hún störf hjá Sveitafélaginu Garði í móttöku og varð síðar skjalastjóri og hélt því áfram eftir að Suðurnesjabær varð til og lauk sínum starfsferli þar árið 2024 en sinnti nokkrum sérverkefnum til sumarsins 2025. Þann 29. desember árið 1973 giftist Jenny Richard Dawson Woodhead sem fæddur var 1947, dáinn 2019. Þau skildu árið 2006. Jenny og Rikki eignuðust 3 börn,
Elst er Agnes Ásta, fædd 27. apríl 1974 í sambúð með Einari Gunnari Einarssyni sem fæddur er 1970. Næstur er Frank Dawson, fæddur 7. október 1981 í sambúð með Benny May Wright, fædd 1975. Börn Franks eru Richard Dawson Woodhead, fæddur 2000 í sambúð með Lucie Lübke, sem fæddi 1997 og dóttir þeirra Brynja Rún Woodhead, fædd 2005. Og Benjamin August Dawson, fæddur 2007 og fóstursonur Franks er Adam Ingi Aronsson, fæddur 1998 og sonur hans er Breki Freyr Adamsson, fæddur 2022. Yngst er Lára Gestrún, fædd 18. maí 1988 í sambúð með Ólafi Tryggva Eggertssyni, sem fæddur er 1985 og þeirra börn eru Ástrós Anna, fædd 2007, Jóhann Már, fæddur 2011 og Elín Rós Anna, fædd 2019. Jenny var fyrsta konan á Íslandi til að verða Lionsmaður og var þekkt innan hreyfingarinnar sem The First Lady. Jenny var í tónlistarfélaginu hér í Garðinu sem stofnaði og rak tónlistarskólann fyrstu árin. Hún var formaður yfirkjörstjórnar í Suðurnesjabæ frá því að Suðurnesjabær var til og þar á undan formaður kjörstjórnar í Garði frá 2006. Hún fylgdist alla tíð mikið með stjórnmálum og var nokkrum sinnum á lista hjá Y-listanum hér í Garðinum. Jenny var mikil handavinnukona og afar listræn. Hún saumaði og prjónaði á systur sínar og börn. Hún hafði mikinn áhuga á hvers kyns handverki og listsköpun og fylgdist vel með öllu slíku. Seinni ár hætti hún sjálf að vinna í höndum sökum gigtar. Jenny hafði ánægju af ferðalögum og fór í margar utanlandsferðir í gegnum árin, þar af 3 á síðasta ári, meðal annars með garðhúsafrænkunum til Prag, ferð sem verður lengi í minnum höfð en ekki rætt frekar hér. Jenny hafði sterka ábyrgðarkennd, var eldklár, sérlega talnaglögg og afar nákvæm í öllum vinnubrögðum. Hún gat verið ströng við litlu systur sínar og gerði talsverðar kröfur, en þær áttu hana líka alltaf að. Hún var mjög ákveðin kona, hvort sem það var á heimili eða í vinnu, og setti skýr mörk, en einnig mjög hlý og góð. Hún var hrein og bein og fólk vissi hvar það hafði hana. Hún hafði afar lítið umburðarlyndi fyrir einhverju vitleysu. Jenny hafði mikinn húmor og alveg fram á síðasta dag gat hún séð spaugsamar hliðar á lífinu. Hún var spurul og áhugasöm fólk og þegar Rikki yngri kom heim með vini sína og varaði vini sína við spurningaflóði ömmu, þá leið nú samt ekki á löngu þar til að amma vissi allt þá. Hún fylgdist vel með fólkinu sínu, bæði börnum og barnabörnum. Fjölskyldan var númer 1, 2 og 3. Hún sýndi áhugamálum barnabarnanna lifandi áhuga og samband Agnesar Ástu og Jennyar var mjög náið og sérstakt og einstakt. En fyrir 3,5 ári síðan greindist hún með krabbamein sem ágætlega gekk að halda niðri. En í desember síðastliðnum hrakaði heilsu hennar hratt. Hún lagðist inn á krabbameinsdeildin á Landspítalanum við Hringbraut þann 7. janúar og lést svo þann 12. janúar síðastliðinn í faðmi fjölskyldu sinnar. Og þar með var settur punktur aftan við líf Jennyar. Rétt tæplega 73 ára sem telst nú ekki hár aldur í dag. En hér er ekkert val.
Þegar við íhugum þessi orð sem hér hafa verið sögð hana, þá kom mér 2 setningar í hug úr munni Jesú á ólíkum stöðum í Guðspjöllunum. Á einum stað segir hann: yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Og á öðrum stað: sá verður mikils krafinn sem mikið er gefið. Framundan er tími uppbyggingar og þar er mikilvægt að sýna þolinmæði í þjáningunni. En Jesús segir í Mattheusar Guðspjalli: komið til mín öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Tökum við þessum orðum og þiggjum handleiðslu Guðs á þessum tímum. Megi góður Guð leiða ykkur og styðja og blessa minningu Jenníar Kamilu Harðardóttur. Æsku minnar leiðir lágu, lengi vel þennan stað. Krjúpa niður, kyssa blóðið, hversu dýrleg fannst þér það. Finna hjá Við skulum biðja. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætu þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vegsemdar líð þínum. Við þökkum þér, himneski Faðir, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Jenný Kamilu Harðardóttur sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins, styrk þau sem hér kveðja og veitum leiðsögn á komandi tíma uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Og allar bænir felum við þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum,
helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rísa á fætur. Lofaðu sé Guð og Faðir drottins Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðu. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen.
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen. Vek athygli á því að viðstöddum boðið að þiggja veitingar í miðgarði sal Gerðarsskóla og mér láðist að flytja eina kveðju sem frá Bjarna Reykjalín hingað til okkar í dag.